Komið sæl, núna ætlum við að gera tilraunina sem heitir leysni salts, sem í grunninn sama tilraun og leysni sykurs sem í auðvitað-bókinni. Nema við notum salt í staðinn fyrir sykur. Og það sem við þurfum að byrja á að kunna hvernig við ætlum að nota voginn okkar. Þið þekkið þessa vog úr skólunum, þetta í langflestum skólum. Og þið þurfum að kunna nákvæmlega hvernig á að nota svona vog. Ef þú ert ekki viss að því, þá myndband á heimasíðunni sem þú getur skoðað eða googlað á YouTube. Ég búinn að stilla vogina sem gert hérna með stilliskrúfunni, þannig að hún rétt. Svo þarf að byrja á því að vigta ílátið sem við ætlum að nota fyrir saltið. Ég með svona lítið muffinsform sem ég set hérna á. Og ég þarf að byrja á því að stilla eða finna út hversu þungt það Þetta afskaplega létt form, þannig að ég get valið að hreyfa minnsta lóðið hérna eða einfaldlega stilla bara stilliskrúfuna. Ég ætla að velja það að nota stilliskrúfuna. Og þá þetta orðið rétt hjá okkur. Nú, samkvæmt fyrirmælum frá kennara þá á að byrja að vigta 30 grömm af salti. Þannig að við byrjum á að stilla 30 grömm og við tökum næst þyngsta lóðið, setjum hérna 30 og pössum að það stemmi hérna í bríkinni eða fara ofan í gatið. Svo ná okkur í saltið og hellum þangað til að við náum hérna 30 grömmum. Og ef við hellum of mikið þá einfaldlega tökum við bara af. Setjum bara í lítið glas og svo bætum við bara á þangað til að við erum komið með alveg rétta þyngd. Og þá skráum við hjá okkur á minnisblað að við séum búin að vigta 30 grömm. Geymum minnisblaði hjá okkur. Við ætlum að færa vogina hérna eins aftar. Hef blaðið á öðrum stað. Nú meðan einhver að finna út úr þyngdin á saltinu, þá ætlum við að mæla 100 ml af vatni. Og hér erum við með mæliglas og svo ég hér með bikarglas, það má nota hvað sem í það. Og helli hérna ofan í bikarglasið 100 ml og þetta mitt 100 ml bikarglas. Þannig ég helli hérna ofan í og þú manst vonandi hvernig að mæla. Við förum í augnhæð hérna að og pössum að neðsti hluti bungunar sem að myndast sé á 100 ml. Hérna hef ég farið aðeins svo mikið. Hellir pínur litlu úr. Og þetta akkúrat eins og þetta á að vera. Ef þú ert óklár með þetta, þá allt í lagi að vera með bara svona vatnsflösku og sprauta ofan í. Nú, svo tek ég hérna plastglas, helli úr vatninu hérna ofan í og tek svo þessa 30 grömm af salti og helli ofan í. Og svo næsta verkefni að það að leysa upp allt saltið. Og það gerum við einfaldlega með því að hræra bara hérna upp í. Og við hrærum og hrærum og hrærum þangað til að allt saltið uppleyst. Ef það tekur svolítið tíma, þá þarf að sýna þolinmæði. Það ekkert að stressa sig. Og þegar maður er búinn að hræra lengi, þá stoppar maður og fer með skeiðina aðeins svona ofan í og skoðar í skeiðina hvort það sé eitthvað salt eftir og hér nóg af salti. Það þýðir einfaldlega bara þarf að hræra meira og meira og meira. Og svona höldum við áfram. Þegar að allt þetta salt uppleyst, og hér með
annað glas sem ég er búinn að leysa upp, 30 grömm af salti, allt upplaust og skeiðin orðin tær, að þá bætum við 1 grammi af salti þangað til að við getum ekki leyst upp meira. Þá færum við blóðið hérna yfir, setjum við yfir á 1 gramm og svo setjum við salti hérna í. Og með þetta akkurat hérna og svo hellum við þessu hérna onni og skráum á blaðið okkar og þá er ágætt að strika yfir 30 grömm og skrifa við erum komið 31 gramm. Og svo hrærum við og hrærum til að öll þessi grömm eru uppleyst, þannig að það er engin saltkorn eftir í glasinu. Og við stoppum alltaf á og til að kanna málið. Og svona gerum við koll að kolli, bætum við 1 grammi af salti í einu, þangað til að kemur að þeim tímapunkti að það er alveg sama hversu mikið hrært það er alltaf smá salt í botninum. Eða kemur smá salt hérna í teskeiðina. Og þegar að það hefur gerst, þá er lausnin orðið það sem kallað er mettuð. Lausn að því að það er búið að leysa upp efni í vatninu, þá kallast það lausn og þegar að er ekki hægt að leysa meira af efninu upp í vatninu, þá er hún orðið mett eða mettuð, sem að þýðir sama að vera södd. En hún getur ekki tekið meira. Og þegar að lausnin er orðið mettuð, þá náum okkur í hitamæli og við mælum hitastigið og skráum hjá okkur. Þegar það er komið þá skráum við hvað vatnið er heitt, tekur smá tíma, hjá mér er það 20 gráður Celsius og ég veit núna hvað ég er búinn að leysa mikið af salti hérna í, þannig að þið þurfum sjálf að finna út úr því hversu mikið salt þið þurfum að leysa. Og eins og það er best að sjá það bara með því að horfa á botninn, leyfa þess að falla eða nota teskeiðina. Þegar þessu er lokið, þá ferði út í það að gera skýrsluna.